Næsta mál á dagskrá, það glerauga 6-8 umsókn skipulag til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta liður 1 í fundargerð skipulagsráðs dagsetri 15. janúar síðastliðin og skjóta inn í að þetta snýst breyting á aðalskipulagi, það kom ekki fram í inngangnum. Lögð fram að nýju að lokinni kynningu samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga tillaga breyting á aðalskipulagi sem nær til svæði sem afmarkast af götunum Borgarbraut, Glerárgötu, Þórunnarstræti, Byggðavegi og Klettaborg. Sem sagt, allur Glerártorgsreiturinn getum við sagt með tengdum byggingum. Í breytingunni felst að landnotkun svæðisins breytist í miðsvæði þar sem auk uppbyggingar verslunar og þjónustu verði heimilt að byggja allt að 250 íbúðir. Þá er einnig gert ráð fyrir jöfnunarstöðu strætó á svæði milli Borgarbrautar og Glerár á 0,2 hektara svæði og lega stofnstígs breytist. Engar athugasemdir eða umsagnir bárust á kynningartíma vinnslutillögunnar. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki fyrirliggjandi tillögu að aðalskipulagsbreytingu í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar og að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga. Takk. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson loki máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ásrún Ýr Gestsdóttir. Forseti bæjarfulltrúar, mér langaði bara að impra á einu þegar við erum í skipulagsbreytingum og öðru að við þurfum alltaf að hafa í huga með stoppstíg og annað fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur að eins og núna þá heldur þröngt, það ekki gefið tækifæri að stækka gangbraut eða hjólastíg þarna á þessum slóðum og þetta bara eitthvað sem við langar að vekja athygli á að við þurfum alltaf að hafa í huga upp á öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda í bænum. Takk. Það bæjarfulltrúi Ásrún Ýr Gestsdóttir loki máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ákvað bara að koma hérna upp að gera grein fyrir atkvæði mínu að því að það er svona víðfemt skipulag sem að tekur á mörgu og þar inni er sem sagt breyting á Gleráreyrum og spennandi uppbygging vonandi í farvatninu þar og hann við viljum alls ekki standa í vegi fyrir þeirri uppbyggingu, hann við ákveðum bara að leggja fram bókun sem skýrir þá af hverju við sitjum hjá og þetta er þá bókun frá bæjarfulltrúum Sunnu Hlín, Gunnari Má og Hildu Jönu. Erum samþykk þeim breytingum sem koma fram í þessari aðalskipulagsbreytingu en sitjum hjá vegna ótímabærra ákvörðunar staðsetningu jöfnunarstöðvar strætis vegna Akureyrar á Bakka Glerár. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir loki máli sínu, orðið laust. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu gefur merki. Það 8. Móti, engin og 3 sitja hjá.